Yeah, thank you, Thomas, for this lecture. Very interesting. Við ætluðum nú ekki að taka kaffil hér fyrir að við værum búin að heyra bæði í Baldri og Heiðari, þannig að, og ég held við stöndum nú við það. Ég ætla að bjóða Baldri að koma hérna, hann næstur á dagskránni. Nú við þekkjum nú Baldur, hann skólameistari í Tækniskólans og hann jafnframt stjórnarformaður Iðmenntar. Og Baldur ætlar að ræða hvert stefnir í útgáfumálum í námsefnis fyrir iðn- og starfsmenntun. Baldur, gjörðu svo vel. Viljið ekki aðeins standa upp, ekki fara úr salnum í 1 eða hálfa mínútu og svona hrista axlirnar. Gera axlaæfingar. Tey á hálsinum. Aðeins svona tey úr ykkur. Nei, ekki þessi. Hinn. Já, þessi ekki. Ásundur, það já. Við skulum ekki fara úr salnum, þannig að ég ætla að bjóða ykkur að setjast aftur. Nei, ekki þessi. Hún hérna? Jæja, fundarstjóri, góði gestir. Ég vil nú byrja að þó að Illugi sé farin að þakka honum fyrir hans erindi. Illugi menntamálaráðherra númer 3 sem við höfum verið að bera undir við í stjórn Iðmenntar, bera undir þessa hugmynd sem að hann kemur hér með, að það þurfi einhvern veginn að leysa höfundaréttamálin og tekjuhliðina, þannig að það hafi einhver hag af því að skrifa fyrir iðn- og starfsmenntun og hérna það hann svona, já, að gefa okkur von að það muni jafnvel komast fyrir hérna Alþingi núna og það í besta mál. Illugi, hann var að líkja skólastofunni við það þegar að rafmagnið kom, það hefði eiginlega ekkert breyst, skólastofa væri eins. Það var fleiri sagt eitthvað svipað, ég las ekkert fyrir mörgum árum eftir, ég held að verið Mikael Fullan sem skrifa mikið menntamál, eina sem hefði breyst í kanadísku skólum að þeir hætta bolta niður borðin. Þannig að ég veit ekki hvort þetta eitthvað sambærilegt. Ég enda að deila ekki þessari skoðun með þeim, sko. En stundum kannski finnst okkur að það gangi hægt í breytingum. Ég ætla ekki að vera alveg í nútíðinni eins og kannski þeirra verið að Tómas var með í hérna nútíðinni segjum við eða kannski einhverju framtíð hjá okkur. Ég ætla að vera í stöðunni eins og hún hefur verið undanfarin ár og núna. Og það verður að segja það eins og að staðan í útgáfumálum í námsgögnum fyrir iðn- og starfsmenntun bara mjög slæm og stefnir bara í enn verra. Vitna hér fyrst í ritgerð sem að fyrrum framkvæmdastjóri Iðmenntar skrifaði í hans masters ritgerð og þetta segir nú í raun og veru allt sem segja þarf að titlum á undanförnum árum hefur farið fækkandi. Það mjög mikil endurnýting og í sjálfu sér það allt í lagi, þetta á ekki að henda hérna góðum bókum en okkur finnst stundum að nemandinn eiga það lengur, hann hafi gagnað því. En þetta hefur gert það að útgáfa á bókum á mjög erfitt uppdráttar. Fyrst tek ég hérna aðeins okkur sjálf í iðnú eða iðnmennt. Eins og Margrét kom inn á, þá segir hérna iðnmennt alltaf að stuðla eflingu iðn-, tækni- og starfsmenntunar meðal annars með útgáfu út reifingu námsgagna.
til iðntækni og starfsmenntaskóla í landinu og Iðnú búin að vera þessu í ansi mörg ár, 50 ár eða, nei, í raun og veru held ég að, sko, ef við teljum allt þá sé Iðnú og Iðnmennt að fagna, að héti eitthvað annað áður, fagna 75 ára afmæli á þessu ári, hvorki meira en minna. Nú, bókaflokkarnir sem að Iðnú lætur sig varða ekkit fáir og titlarnir ekki fáir, skal ég segja. Á bókalista Iðnú núna 850 virkir titlar. Það ekki lítið. Enda iðngreinanda hjá okkur margar og hver grein þarf margs konar efni. Set hérna dæmi hvernig dæmigerð ný bók gerir sig í þessum bransa. Við gefum hér út fína bók trésmíði, heitir Hönnun, útfærsla og verkskipulag. Þessi bók kostar 5,3 milljónir króna í útgáfu, samt þetta að töluveruleyti þýdd bók eða mestuleyti, en það kostar höfundarétt, það kostar þýðinguna og svo kostar náttúrulega prentun og allt þetta. Við fáum styrk frá þróunarsjóði upp á 1,3 milljónir. Heldar fjöldi nemanda í þessu kannski 250. Þannig að salan gerir svona. Við seldum fyrsta ári 2010 177 eintök, fínt. Næsta ár 169, mjög gott. Síðan fellur þetta niður 53 og 53. Þannig að hann má eiginlega segja að það 2 ára sala í þessari bók. Eftir það hún bara í endurnýtingu. Þannig að svona bók hefur bara enga möguleika á að standa undir sér. Og þetta svona veruleikin sem við erum að vinna inn í og hann hefur verið að versna. Hann hefur verið að versna mikið. Ég ætla kannski ekki að fara út í það af hverju að versna svona. Skiptibókamarkaðurinn eitt, en það margt fleira sem kemur til. Við nú reynum að verða við því að gefa út bara í öllum mögulegum einhverju, sama hvort eru fáir eða margir. Við gáfum út bók fyrir gull og silfursmíði. Okkur það nauðsynlegt, þetta bara gömul og gild grein á Íslandi. Við þurfum að hafa bækur sem til að segja frá handverkinu, halda til haga það sem hefur verið vel gert í gegnum tíðina. Þetta bók þar sem nemendur eru á ári cirka 10. Þannig að það þýddi ekkert að vera að reyna að selja hana. Þannig að þessi bók bara hjá okkur og kemist á netinu. Allt annað var bara vitleysa að það reyna að hafa það einhvern veginn öðruvísi. En hún kostaði 2 milljónir króna og við fengum styrkum á 700.000. Mismunin, tekur Iðnú á sig með einhverju ráðum, þar að segja aðferðin auðvitað svo að reyna að gefa út einhverja bækur sem seljast í einhverju upplagi. Og við höfum örfáa svoleiðis titla. Það þekkja kannski flestir bók eins og grunntekningu. Það bók sem selst mikið og alltaf. Og við höfum bók eins og þjálfun, heilsa, vellíðan. Þetta bók sem heldur líka raun og veru upp í útgáfustarfsemi hjá okkur. Nokkra svona. En við verðum líka var við það. Það svo auðvelt að taka bækur, rífa þær í sundur, skanna þær, setja þær á netið og það ekki skólar sem bara gera þetta. Þeir bara kaupa eitt eintak, skanna hana inn og svo bara á netinu. Opinn fyrir öllum. Auðvitað þetta stuldur, en það mjög erfitt að eiga við þetta. Þannig að þetta staðan í útgáfumálum í námsgögnum á Íslandi. Bláa línan sölutölur Iðnú. Við erum með þær allan nákvæmlega og þannig við getum birt þær. Hér eru aðrir sem hafa verið að reyna fyrir sér í bókaútgáfu fyrir Iðnú starfsmenntun. Ég setja bara í eina línu og þannig að þeir voru þarna þegar þeir voru virkir, dálítið hærri heldur en Iðnú. En stefnan beint niður, ég veit ekki hversu virkir það hafa verið síðan, við höfum ekki nýrri tölur. Það skiptir ekki öllu máli, við sjáum bara trendið. Við sjáum þetta sem að gerast hérna. Við erum að fara hér úr 175 milljónum króna niður í 75 eða eitthvað á þessum árum. Þannig að það að fjara undan námsgagna útgáfu í Iðnú starfsmenntun og það bara grafalvarlegt.
Það er nefnilega engi business í þessu dæmi, sko. Þannig að þetta er náttúrulega bara hérna, já, ég veit ekki hvað kalla þetta Heiðar, þetta er bara einhver leikaraskapur að vera í þessu, sko. Og ég skil ekki í sveldunni. Til þess að halda útgáfunni gangandi, þá er meira sér að fara út í það að selja landakort, til þess að geta fjármagnað þessa bækur sem við viljum að séu til fyrir inn- og starfsmenntun. Ég skal halda til haga að það er alltaf einhverjir sem að styrkja okkur til hérna, viðbóta við það styrki sem ég kem að á eftir, og það er kannski fremstir flokki samtök iðnaðarins og ýmis félagasamtök eins og hérna, vélstjórar og málminnaðamenn og fleiri í mismiklum mæli. Í lögum framhaldsskóla þá er þessi grein, númer 51, og ég spurði ráðuneyti að því, hvað með þessa grein? Hefur ekkert verið gert með þessa grein? Nei, hún hefur aldrei komið til framkvæmda. Og er alltaf að láta greinina standa hana inni og það er aldrei neitt gert með það? Já, það er hefðin fyrst að hefur aldrei verið gert, þá má það vera hana. Ef hún hefði einhvern tíma verið virkjuð, einhvern tíma verið látið peningur í þetta samkvæmt þessu, þá væri þeir erfiðum málum, en ef þeir hefur aldrei gert það, þá má hún vera hann inni. Dálítið sérkennilegt. En þarna segir auðvitað að Alþingi er að segja að það á að leggja pening í námsgögn. En svo gera þeir það ekki. Þetta er frá lögunum 2008. Peningana sem við fáum, eða þessi styrkir, þeir koma í gegnum apparat sem heitir Þróunarsjóður námsgagna. Hann er búin að taka miklum breytingum undanförnum árum, þetta hét námsgagnasjóður, áður eitthvað svona, og var sérstakur fyrir framhaldsskólann og annað fyrir grunnskólann, síðan var þetta sameinað og er núna Þróunarsjóður námsgagna. Hann hefur þetta hlutverk að stuðla nýsköpun, þróun, gerð og útgáfu námsgagna fyrir leik, grunn og framhaldsskóla í því markmiði að tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda og skóla. Reglugerðin sem að þeir setja sér, eða er sett fyrir þá, ég veit ekki alveg hvað við segjum það, er hérna, og þetta er náttúrulega mikill lestur, ég ætla ekki að lesa það, meginniðurstaðan í þessu svo að það er engar kvaðir útgáfu á námsefninu. Þannig Þróunarsjóður námsgagna sem að veitir þó nokkuð mörgum 20 milljóna í námsgögn, en það er ekkert sem segir að gefa þau út. Það er eitthvað vantar nú í dæmið. Þróunarsjóður námsgagna er auðvitað eins og, ég kom bara 5 mínútur eftir og ég er rétt að byrja. Þróunarsjóður námsgagna er eins og aðrir hefur lett í niðurskurði og þetta hér er hlutunarlínuna, svona ætti að vera þessi og hún hefði fyllt vísitölunni. Þróunarsjóður námsgagna vinnur svona. Nánast allir styrki fara til einstaklinga. Þetta eru þessi ár síðan að Þróunarsjóðurinn byrjaði. Það eru sárafái styrkir til útgáfufyrirtækja. Ok? Meiri sér að svona, ef við tökum öll þessi ár saman, þá eru 92% styrkja sem fara til einstaklinga en 8% til bókaforlaga. Einstaklingandi geta verið góðir höfundar, það þurfi ekki að vera það. Svona eru styrkir eftir skólastigum og þá er þetta að segja það að þetta er framhaldsskólinni hér með 26% af þessu sem er ágætt. Grunnskólinn fær 18% þrátt fyrir að grunnskólinn hafi líka námsgagnastofnun sem gefur út allt fyrir grunnskólan. Þá er samt grunnskólinn að fá 18% af þróunarsjóðnum. Ég googlaði mjög óvísandilega aðferð, ég googlaði útgáfur á bókum sem voru styrktar 2009. Það kemur upp, eiginlega einu bækurnar sem komu upp eru bækur þar sem forlög fengu styrki. Ég finn ekki hina bækurnar. Þær finnast ekki. Ég veit að eru til, ég veit að við að kenna þér, en það er kannski í MR eða MK eða Akureyri. Almenningur eða aðri skólar finna þér ekki. Og þetta er náttúrulega algjörlega óasettanlegt. Er það skilið staða fyrir framþróun námsefnis að Þróunarsjóður námsgagna að styrkinni reynir til einstaklinga og svo kemur það hvergi út. Námsefni á erlendu tungumálum það lausnin eins og hér var verið að tala og Illugi talar Kat Akademi, þetta er ólega flott og hann lætur eins og þessi ókeypis. Þetta er sko ekki aldrei þessi ókeypis, það þarf einhver að semja
og þetta allt gert með styrkjum. Þannig að við skulum ekki láta okkur þetta í hug að það sé hægt að leysa námsgagnamál í iðn- og starfsmenntun með erlendu námsefni óþýddu. Og það, náttúrulega það á að kenna á íslensku, það segir ekki endilega námsgögnin þurfa að vera á íslensku. Og illega kom inn á þetta, þriðjungur stráka lesa sig ekki til gagns á íslensku, myndi erlend tungumál hjálpa til? Eða ókeypisefni, það til? Til ókeypisefni? Nei, það ekki til. Það þarf ykkur að semja það þarf ykkur að brjóta það það þarf ykkur að þýða og allt þetta. Þannig að staðan bara svo að það verður að bæta verulega í það hvernig námsefni í framhaldsskólanum styrt eða borgað eða hvað við köllum það, og það þarf að gera það strax því að það fljótt í tækni breytingu sem alltaf hjá okkur, þá námsefni okkar fljótt að verða úrelt. Þannig að ef eitthvað á ef við eigum ekki að lenda í því að vera bara með gamalt og ónýtt námsefni, þá verður að vinna svolítið hratt. Þetta niðurstaða mín, útgáfa námsgagna fyrir iðn- og starfsmenntun á fallandi fæti. Engin hvati fyrir höfunda eða útgáfur að skrifa eða þýða námsefni. Það ekki ásættanlegt að hafa námsefni á erlendum málum í greinum iðn- og starfsmenntunar. Íslenskar aðstæður kalla á íslenskt efni. Þróun að sjáðu, námsgagna vanbúin og þarf að breyta áherslu sínum. Takk. Ég veit ekki hvort ég náði 5 mínútur. Það var akkurat upp á mínútu, stóðstuðu vel. Jæja, ekki einhverja spurningar til Baldurs? 1, 2, við höfum tíma fyrir það. Mér langar að spyrja þig, Baldur, veistu hvernig þetta á hinum skandinavísku löndunum, Danmörku og Svíþjóð og Noregi, með námsefni og útgáfu hjá þeim og styrki til þess þar? Ég ætti nú að fá þér til að svara þessu, en þú þekkir þetta svo vel á því. Nei, ég þekki það ekkert sérstaklega mikið. Við vitum það bara sums staðar námsefni í framhaldsskólans ókeypis, sem það ekki á Íslandi. Og það náttúrulega grundvallarmunur, leið og ríkisstjórn eða skólayfirvöld ákveða að námsefni sé ókeypis, þá náttúrulega þurfa þeir að leggja eitthvað í það. Og það raun og veru þessi grein sem ég var að vitna í áðan, 51. grein framhaldsskólalaga, sem átti að gera það. Ég held ég svara þessu ekkert meira. Fleiri? Ekki örgulega sendt Illuga Gunnarssoni þessar glærur. Já. Það var spurning einu viðbót. Ég var gaf ég sá að vitna hann í ágæta reikir þetta Erling. Já. Hann með ákveðna lausn á þessu. Já. Hann ákveðna lausn á þessu. Hvað finnst þér hana? Það var eitthvað opið aðgengi. Já, ég ætla ekki að tjá mig lausnin sem Erling með. Hann Heiðar þetta sínu núna á eftir, hann með lausnina. Og þannig að ef við ekki bara láta hann koma í pontu.